Góðan daginn og velkomin í nýtt vídeo af mér það sem ég ætla að kenna ykkur mögulega það mikilvægast af öllu á forritið TradingView. Þetta er forritið sem ég nota langmest af öllum og bara það sem þú þarft að kunna á og vera með til þess að geta treyta. Finnst mér allavega. Ok, þið opnið TradingView og þá eru þið líklegast með þetta svona. Þið þurfið að búa til reikning hérna og líklegast kaupa áskrift líka. Ég er bara með svona essentials plani, þetta er bara ódýrasta plani, gefur þér allt sem þú þarft. Ok, ef farið inn í search, hérna getið séð alla markaði sem er hægt að treyta og bara, já, allt sem er hægt að skoða. Það sem ég skoða er NQ1, það er bara NQ, þetta hérna, og MNQ. Þetta er sami markaður, en hérna get ég, hérna fer ég inn í treytið mín. Af því að ég get notað, minni contracts. Þetta er bara micro Nasdaq. Ok, segjum maður sem inn. Boom. Chaos. Þetta er bara, það er hræðilegt að horfa á þetta. Allt í rugli. Og ég ætla bara að segja ykkur allt sem er í gangi hérna. Ok, fyrst og fremst, sjáu þetta hérna niðri. Ef þið ýtið á þetta, þá sjáu þið hérna í vinstra horninu, þetta hérna. Það sem þessi hérna gerir, eins og við sjáum það sem stendur, hide. En það sem ég ætla einfaldlega að gera, bomba þessi ruslið. Mun aldrei nota þetta, hef aldrei notað þetta, bara nei. Ok, síðan erum við með þessi fallegu kerti hérna og þessa ljótu bláa kassa hérna. Við ætlum að breyta bæði. Byrjum á því að fjarlægja þessa bláa kassa. Tvíklikkið á kertin eða ekki eða neitt. Tvíklikkið bara á kertin. Bara búm búm. Ok, nú erum við komin hingað. Við ætlum að byrja á að fara í þetta hérna Electronic Trading Hours Background. Íta hérna á hann kassa hérna og hérna fáið fullt af litum. Við ætlum ekki að breyta þessu litum neitt. Við ætlum einfaldlega að taka þetta hérna, þessi hérna prósentu, og við ætlum að bomba inn í 0. Burt með þetta, við viljum ekki sjá það. Ég veit ekkert hvað þetta er, ég veit ekkert hvað þetta gerir og mér langar ekki að vita það. Ok. Síðan erum við með canvasin hérna og ef ég veit ekki hvað canvas er, þá er það bara dótið hérna í bakgrunninum. Ég veit ekki hvað canvas er á íslensku, plakat eða eitthvað, örugglega ekki. Og hérna erum fullt af einhverjum bullorðum. Þið þurfa ekkert að vita hvað þau þýða. Held allavega ekki. Við ætlum að byrja á því að vera með solid background. Og síðan þessi hérna, þessa grid lines og þetta bull. Nei takk. Ég vil ekki sjá þetta. Og við sjáum bara það sem þetta gerir, er að þetta tekur bara þessar línur hérna í burtu. Engan áhuga að vera með þetta. Þetta hérna, crosshair, er bara þessi cross hana sem þið sjáuð. Það er mjög fínt að vera með hann. Þetta er bara, sýnir ykkur bara svona nákvæmlega hver þið, og eins og ef þið eru að reyna að fá í línu við þetta hérna wick, getið verið með þetta hér og þetta fer akkurat í línuna, skiljið mig, þægilegt. Ég er bara með þetta hérna svart. Búm. Svona. Ok. Veit ekki sem hvað þetta er. Text, þetta er bara textin á tölunum hér og hérna niðri, fínt að hafa þetta svart. Þið getið stækkað þetta ef þið eru með mjög lélega sjón eða lesblindi eða eitthvað, sem betur verið það ekki, þannig ég get bara verið með þetta svona. Ekki sem betur, má ég segja sem betur fyrir það? Já, no offense á lesblinda, þeir eru flott fólk. Ok, nú erum við komið þetta svona, nú er þetta aðeins meira clean inn í hjá okkur, það er ekki svona mikið bull hérna á skjánum. Chaos bara. Það þurfa allir, þetta er bara svona, hvað heitir þetta þurr? Svona canon event. Að fara inn á TradingView og sjá allt þetta. Svo sprengju sem þú farið andlitið. Ok, nú fyrir við symbol. Þetta eru fallegu kertin okkar. Og svona basic dæmi er að vera með græn og rauð. Það er bara svona
venjulega, þú veist, allir það ekki bara græntir upp, rautir niður, mjög basic, en það er svona eiginlega regla að vera ekki með þetta grænt og raut. Bæði að því að það er hægt að hafa þetta meira cool, það er ekki megin ástæðan. Ástæðan er að ef þú ert með þetta grænt og raut þá tengir þetta svo rosalega mikið við plús og mínus. Og þegar þú ert að treyta, þá viltu ekki mjög mikið vera að tengja kertin sem plús og mínus. Af því að það getur alveg, ég reyna að nota ekki ensku, það er ekki hægt. Það er messa með hausnum. Þannig að ég er með þetta þannig að ég er með þetta hérna, svona grænt, ég er ekki eitthvað sós hérna. Ekki eitthvað sósu, enga ensku, svart, 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 svart. Og hérna sjáum við, þú veist, hvað þetta er sem við erum að merkja í. Ég ætla ekki að gera þetta sko. Svo hérna er bara bodyið á kertunum, þá er þetta bodyið á uppkerti eða búlískerti og bodyið á downkerti eða beriskerti. Svo hérna sjáum við, hérna getur verið með bleik, downkerti, svart downkerti, ég skilji þetta. Borders, það er bara það sem er, þú veist, fyrir utan kertin. Ég er bara, þú veist, ég er með þetta allt svart bara. Ok, nei. Ég var búinn að segja þess að fara burt, sko. Ok. Við erum cooking. Let's keep on cooking. Ok, það sem ég er líka með, nei, ég er með canvasi hvít. Ok. Þið sjáðu hérna D-ið hérna, eða ítið á það, þá er þetta bara data is delayed, mjög skrítið. En ef þið eru ekki með áskrift á TradingView, þá eru þið alltaf 10 mínútum eftir á í markaðinu. Þetta er bara svona, ok, ef þið gefur mér ekki pening þá færð þú bara ekki að vera með. Og þú getur ekki verið að enter að trade á 10 mínútum eftir á, af því að þú ert kannski hér, en við hinn sem eru með áskrift erum kannski komin hingað. Og þannig að, þú veist, og ef að markaðurinn hjá okkur er komin hingað niður og þú ætlar að fyrir trade hér, þá enterastu bara hérna niðri. Bara bull. Þannig að mæla ekki með að vera eftir á. Já, hérna, eða farið í replay, eða ít á það. Oh my god, ég er ekki með. Þeir eru greinlega áskipt fyrir það líka. Ég loggaði mig út. Ég skráði mig út af minna áskrift til þess að sýna ykkur þetta allt nýtt. Þannig að ég er ekki með það, en ef þið farið í þetta hérna, þá getið þið spólað tilbaka í markaðinum. Farið bara hingað á þetta hérna kerti og þá fara öll þessi hérna kerti í burtu. Ég geri það þegar ég gera trade recap. Hérna sjáu þið mismunandi tímaramma. Ég nota mest eina upp í 5 mínútur, 15 mínútur og klukkutíma. Mismunandi tímarammar hér. Þið þurfið þetta ekki neitt. Þetta er bara til að breyta kertunum ykkar. Þið þurfið ekkert að gera það, nema þið séu eitthvað ekstra. Hérna. Nei, býtu, wow, þið sjáu þetta í. Hérna, lengst til vinstri, er svona, hvað sem var svona toolbar. Ég veit ekki hvað það þýðir, sko. Ég er íbúinn skóla, sko. Hérna getið þið séð svona hluti sem ég getið teiknað inn á chartið ykkar. Það sem ég nota mest, og þið getið sett það í favorites, er trendline. Og þeir setja í favorites og kemur það svona hingað. Mjög næs. Trendline, ég nota horizontal ray. Þetta er bara svona beinlína. Og ég nota ekkert meira hér. Ég nota fib retracement. Ég nota ekkert hér. Ég nota long position og short position. Ég sýni ykkur hvað allt þetta er síðan. Ég nota rectangle, kassa. Ég nota ekkert text. Ég gera það þegar ég er að gera vídeo. Ekkert annað. Hérna er ég með emoji. Það er mjög skemmtilegt. Ekki það að ég noti það okkur mjög mikið. Síðan hérna eru við með bara reglustiku. Þið getur bara mælt hérna að sjá þið hvað þetta er mörg ticks, hvað þetta er farið mörg prósent og svona. Mjög næs. Hérna er segull. Það sem að segullin gerir er að hann svona dregur eiginlega núsina hérna að kertunum. Svo þá ferðu svona, eins og ef ég ætla að setja eitthvað hérna, þá ferðu svona akkurat að vikinu. Svo ég svona
fer bara að þessu. Mjög næs, ég er eiginlega alltaf með segulinn á. Og þetta er bara, ef þið viljið, ef þið eru á okkur svona og viljið ekki nota þetta lengur, þá ítið bara hérna. Og þá ertu bara á venjulega, dótinu. Það er líka útskipti á mig maður. Ok, hérna eru allavega með svona, þetta er svona favorite boxið. Allt sem getur favorita. Þetta hérna er bara venjuleg lína. Ef ég íti einu sinni, þá get ég síðan valið bara hvert næsta hjá mig fer. Og ef ég ætla að gera bara beina línu, íti ég bara aftur hérna og þá erum við komið með þessi hérna línu. Og þá er hún bara hérna. Ég nota þetta mikið bara eins og til að merkja, þá tek ég eins og hérna efsta punktinn hér og dreg bara svona út. Og það er bara að merkja efsta punktinn hér. Og þið getur líka að nota þetta hérna í það. Þá þurfum við ekkert að draga neitt og íti ég bara einu sinni. Og þá kemur bara svona löng lína bara. Ef ég nenni ekki að vera með svona langa línu, þá nota ég þess hérna frekar. Fib retracement, ég veit ekki hvort ég er búinn að kenna þetta. Þetta er bara standard deviation. Þið getur bara, þetta er svona stærðfræði formúla til að getur reikna hvert markaðurinn er að fara að koma. Ég nota þetta mikið. Long position, ef ég sé þetta hjá mér, þetta er bara til að sýna treytið þitt. Það er hérna hagnaðurinn og hérna stopplossið og tapið hér og alveg eins í hina áttina. Stopploss hér, TP hér, take profit. Já, er eitthvað meira? Þessi gæi fer ekki af skjánum mínum. Ég held að sé ekkert meira sem ég þarf að kenna ykkur sko. Jú, það er eitt viðbót. Og síðast en ekki síst, þið kannski sjáið stundum að ég er með tvö chart hjá mér. Þið kannski þurfið ekki að kunna það núna ef þið eru að byrja. Þið eru væntanlega að byrja ef þið eru að horfa á þetta vídeó. En þá íti ég hér á hana kassa hérna. Breyti bara í 2 kassa. En ég má það ekki að því ég er ekki með áskrift. Skiptir ekki máli, ok. Hérna stendur hvað þú ert að horfa á. Hérna er hægt að kaupa og selja, ég nota þetta voða lítið hér. Hérna er hvaða tímaramma þú ert á. Og já, hérna er þetta að sjá bara hvar kertin er að opna, hvar hæstipunkturinn er, hvar læstipunkturinn er og hvar það lokaði. Það breytist frá hvaða kerti ég er á. En ok, that's wrap. Ég nenni ekki að vera með þetta alltaf lengi. Þannig held ég að ég hef kennt ykkur allt sem þið þurfa að kunna TradingView. Þannig að gangi ykkur ógeðslega vel og kommentið ef það eru einhverjar sturlaðar pælingar.